Að þeim örlagaríka bardaga loknum tók ég við réttmætu hlutverki mínu í stað föður míns. Ásamt áhöfn minni sigldi ég höfin og við héldum áfram að færa ættbálki okkar velmegun. Lífið gekk sinn vanagang þar til rán, gyðja sjávarins, leysti ógnarkraft sinn úr viðjum gegn okkur. Sökti skipi okkar og myrti okkur öll. Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi láta lífið í bardaga, verði síðan boðin velkomin til Valhallar af valkyrjum Óðins. Í dauða mínum hefur mér verið gefið annað tækifæri. Í Ginnungagapi hef ég sigrað jötnana. Ég mun yfirbuga síðasta óvininn og sanna mig enn og aftur. Ég heiti Þóra og ég mun ekki missa móðinn frammi fyrir tröllvöxnum óvinnum mínum. Ég mun endurheimta heiður minn. Ég mun ávinna mér hylli goðanna. Fyrsti þursinn, getinn af Ginnungagapi, líkami hans myndar jörðina. Í upphafi var tómið, Ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Múspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ymir, fyrsti þursinn. Ymir svaf, storknuðu efnin
sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gat af sér hrimþurrksana. Langt frá Ými myndaðist kýrin Auðhumla. Auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísinn sem hún stóð á. Að 3 dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama Búra, föður goðanna. Mér hlotnast lyftur hraði. Heilsi þér Freyja, gyðja stríðs og frjósemi.
gat soninn Bor, sem giftist Bestlu. Saman eignuðust þau 3 syni, Vilja, Vé og Óðinn. Þeir sem fæddir voru af ís og eldi höfðu góða náttúru, á meðan þeir sem fæddir voru af skemmdum efnum báru myrkur í hjarta sér. Drápu þursinn Ými. Hold hans varð að jörðinni, blóð hans varð að vatni. Hár hans varð að grasi og trjám. Hauskúpa hans varð að himninum sem haldið uppi af 4 dvergum. Þannig var okkar heimur skapaður. Sköpunargoðsögninni hefur verið lokið. Hefur fundið rún í blóði Ýmis. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnung.